boltanum. Ekkert rugl núna. Hangeland yfir á Reginussen. Geysir stír áfram, hann ennþá með bolta, hvað þarf hann að gera? Hann fyrir tilbaka á Alexander Tettey. Tettey á Hangeland sem stendur inn bara á miðju punktinum. Skilur boltan eftir fyrir Stefán Jóhansen rennur hann fram á þér og hér eru gólmennir, hvað ætlar að gera? Hér skotfæri, þeir lyfta boltanum fyrir bakið, Tettey í fangið á Hannesi sem að grípur hann af öryggi. Líka vondsending hjá Valon Berisha. Samt góð fyrir okkur. Hannes finnir frá marki, Hangeland vinnur þennan skalla, en hvað þetta keppa þennan gæja. 3:10 cirka. 40 sekúndur eftir að velja leiktíma. Staðan er ennþá 1-0 fyrir Sviss. Hún er ennþá 1-1 hér á Úlfal. 30 sekúndur eftir að velja leiktíma. Hér kemur Tore Reginussen. Kemur fram völlin, komin inn á miðjan vallarhelming okkar, setur boltann upp í hornið. Ari Freyr með frábæra tæklingu. Klassari! Líka sem að normenn eiga. Fljótur að taka þetta. Þetta er afstöða. Haha, búið að flagga á þá. Tóku að það 15 flokks innkast. Hann sem tók innkastið fekk hann strax aftur og var fyrir innan varnarlínuna og réttilega flaggaði á hann. 2 mínútur í uppbótartíma. Venjulegur leiktími liðið, 2 mínútum bættir, þetta líka við. Ítalega geta splæs svo mörgum mínútum. 2 mínútur strákar, gerum þetta. Förum bara til Ríó. Til að það klikki. Hér koma normenn, Högli. Við tilbakverðum, lyftur honum fram á því. Og hér er Fróði Jóhansson, boltinn eftir niður, Mohamed í barátunni, Raggi Seppi á réttum stað. Þeir halda samt boltanum, við kemur Valon Berisha. Hann tilbaka á Alexander Tettey. Rétt fyrir fram á miðju. Þar megin er alveg að vera með boltan. Berisha aftur, Tettey. Og þá Stefán Jóhansen með sendingunni, frábær sendinga, bara flagga og glögga. Og flagga á normenn hér, Valon Berisha fyrir innan. Og nú ætlum við Íslendingar að gera breytingu. Rúrik Gíslason síðust við verið að koma inn á fyrir Jóhann Berg Guðmundsson. Jóhann verið feikilega duglegur eins og allir leikmenn íslenska liðsins. Rúrik, leikmaður Hessiká í Danmörku. Kemur inn á ætti að koma ferskar fætur hér, þessa síðustu mínútu. Það er bara hálf mínútu eftir, kannski bætt við hálf mínúta skiptingunni. Sjáum til hvað Ítalingir. Hannes spilnir fram. Alfred tekur boltan niður. Alfred. Hann er að koma þarna á Rúrik. Boltinn tilbaka á Ragga. Ragnar lyftir honum fram á því áttina Alfred. Hangeland kemur hérna og hann skallar allt sem að kemur nálægt honum. Rúrik brot hjá honum. Slætt á drengur. Hann dæmir ekki. Og hér kom Aron fyrir yfirferð. Hér kemur Jóhansen með sendinguna. En hún er slökk og við komum þessu í burtu. Það er nú að slæta hann drengur. Nei, ekki strax. Við erum að vinna hann. Hér kom Kolbjörn með sendinguna. Alfred Haskell eftir fyrir Rúrik. Hann gekk ekki. Hangeland í miðjubóðanum. Hér flautar hann til leiksloka á Úlfal. Ísland gefur 1-1 jafntefli við normenn. Ég veit ekki betur, það er komið uppbótartíma í Sviss. Þetta geta aldrei skorað 2 mörk. Ég neita að trúa því að Slóvenar skori 2 mörk. Staðan er 1-1 hér og það mun ekki breytast. Jafntefli á Úlfal, en hins vegar eru komna 90 mínútur plús á klukkuna í Sviss, þar sem að Sviss er 1-0 yfir gegn Slóveníu. Ísland er að fara í umspilið. Ég bara fullyrði það hér og nú. Slóvenía skorar 2, þá er það svinn og ekkert annað. Þeir hafa aldrei skorað 2 á svona stuttum tíma. Aldrei nokkuð tíman. Íslensku leikmenn er ekki að fagna mikið hér út á vellinum. Enda vandræðalegt að fagna mikið og síðan er það kannski bara að tekja að þér. En samt sem áður eru menn svona átt að sjá því hér að þetta er að verða staðreind. Að við verðum í pottinum að mánudaginn kemur þegar dregið verður í umspilið.
8 lið sem að lenda í öðru sæti fara í umspilið og það verður dregið á mánudaginn kemur og ég skal hundur heita ef að Bylgjan verður ekki á staðnum í umspilinu, annað væri til skammar hreinlega. Íslensku strákarnir ganga í rólegheitum ennþá. Gunnar Gylfason í símanum, hver annar hægt að finna betri mann til að staðfesta úrslitin. Farða flautið af, heyrist mér að vera að tala en Per Matthías Haugmo, hann komin í viðtal og við nennum ekkert að hlusta á það. Íslensku strákarnir að reyna, hér að staðfest, að búið að flauta til leiksloka í Sviss. Ísland að fara í umspilið. Eftir 1-1 jafntefli hér á Úlfal, hvílíkt og annað eins kvöld sem við erum að upplifa hér. Og ég segi það að norsku stuðningsmennirnir að standa á fætur hér líka, að fagna með okkur. Þeir að fagna með okkur. Þetta eigum við að skilið. Litla stóra þjóðin verður í umspilinu þegar dregið verður á mánudaginn kemur. Þvílík og önnur eins veisla og þeir eru bara búin að vinna heldur betur fyrir þessu og eiga allir sem einn hróskilið, leikmenn, allir sem koma að liðinu, Lassa sjálfsögðu, Heimir Hallgríms og allir bara sem eru Íslendingar eiga hróskilið því að Ísland verður í pottinum á mánudaginn kemur. Og því ber að fagna heldur betur. Það verður eitthvað fjör á leiðinni heim í kvöld. Og ekkert víst að allir ná í vélinni. Ég fullyrði það. Ekkert víst með það. Hér er dansað og sungið við stúkuna. Ég veit ekki hvort að Normi séu hættir að sýna frá þessu leik. En þeir eru líka alveg sama. Vonandi fáum við að sjá þetta eitthvað heima. En hér er gaman og hér verður gaman. Það er alveg ljóst, menn faðmast hér og ég sé glitta í tár jafnvel þarna hjá stökum manni og stúlku. En þvílík tíðindi, stærsta stund í sögu íslenska knattspyrnu staðreynd hér í Noregi. Við erum komin í umspilið góða sem okkur dreymdi eiginlega bara á sínu tíma, en nú er það staðreynd heldur betur. 1-1 jafntefli hér á Úlfal dugar okkur þar sem að Sviss sáum sína allir kaupa núna Toblerone á leiðinni heim til að styrkja bara heila svissneska menningu og allir fara í fríinu til Sviss nema við fyrir að fara til Brasilíu sem er náttúrulega stærsti draumurinn. Ríó, hér við komum við Ísland, við stoppum ekkert hér. Við vinnum bara þetta umspil og síðan er það Brasil. Ekkert flóknara. Íslensku strákarnir, íslenskir áhorfendur og allir stuðningsmenn Íslands þið heima og það ekki þá sem að gera sér ferð hingað út. Allir hróskilið, þvílíkur árangur hjá íslenska landsliðinu í knattspyrnu. Og ég hreinlega bara get varla meir. Röddin er farin fyrir löngu og kannski eins gott að við gerðum ekki fleiri mörk hér. En við þurfum að segja þetta gott frá Úlfal og þurfum að skipta aftur heim. Þið geta sjálfsögðu fylgst með öllum fagnaðarlátunum og fáum viðtöl rétt á eftir inn á Vísi. Kolbeinn Tumi er niðri að tala við mann og annan og fara yfir þennan stórbrotna árangur íslenska liðsins. Guðmundur Benediktsson og Þráinn Steinsson og allt tæknilið 365 miðla þakka kærlega fyrir sig og vonandi heyrumst við og sjáumst fljótlega aftur. Verið sæl.